too old for this shit. Tveir á toppnum í samstarfi við Artwork. Artwork leigir út skrifstofur og vinnuaðstöðu fyrir bæði einstaklinga eða fyrirtæki, stór sem smá. Allt sveigjanlegar lausnir og þjónustu Artwork á artwork.is. Sólbökuðu hlustendur, þetta hlaðvarpið tveir á toppnum, þáttur #145 og þetta tekið upp síðdegis á 5. degi eins og glögg gerir ráð fyrir og þetta meira að segja sumardagurinn fyrsti. Einmitt, þú sagði ekki sumardagurinn fyrsti? Nei, ég var að hugsa þetta í allan dag sko, svo ég get ekki alltaf verið með endurtekið efni sko. En við tökum alltaf upp á sumardagurinn fyrsta. Það verður störa. Akkur gerum við það? Er sumardagurinn fyrsti alltaf á 50? Ég veit það. Er það málið? Það verið. Ég held að geti verið. Það getur verið. Getur það ekki verið? Það getur ekki verið. Við þurfum eitthvað að skoða þetta. Þetta páskadæmi sveiflast alltaf eitthvað með sko tungstöðunni. Já. Og heldur þetta ekki? Nei, það getur. Núna voru sko páskar, langt sena páskar voru, en í fyrra voru páskar bara alveg uppið sumardaginn fyrsta sko. Ég get staðfest það. Já, þú getur staðfest það. Ég get staðfest það. Heru, og meira en það, þú er nú ekki oft sem að þú ert sannspár, en ég held að vera að lýsa því yfir í síðasta þetta fyrir viku síðan, að sumari væri komið. Og ég spáði náttúrulega einum snjóstormi viðbót, en þetta er komið. Þetta var rétt hjá þér. Þetta var rétt hjá mér. Já. Ég bara, þú veist, takk og bless vetur. Ég er skít. Já. En það ekki? Jú. Hvernig er þetta komin á vetri, Tóti? Ég nokkuð góður bara, held ég, þannig. Þetta náttúrulega var svo astnalega vetur, það var engin vetur fyrir en bara þarna rétt í lokin. Sko. Já, rétt í lokin. Já, allir voru spólandi í einhverjum sköflum og ófær, sko. Einmitt. Sem að ég þoli ekki, sko. Já, nú ætla ég að vera duglegur að hlaupa í sumar. Já. Ég er nefnda með einhverja helvits kvepest núna. Já. Ég, sko, hvað er ég gamall, Tóti? Þú ert hvert 32? Já, ég er 32, verð 33 eftir ykkur 2 vikur. Já. Herru, ég fæ þessa rosalega hálsbólgu eins og kannski heyrist á röddinu minni. Já. Og veistu hvað ég hugsaði, nóttina sem ég var að fá þessa hálsbólgu var alveg svona að deyja í hálsinu. Ég hugsaði þessi helvítis sandstormur, ég er alveg bara að vera að fá hann í lungun. Já, þokan. Já, þokan, hann er algjörlega sem þú skrifaði fréttum á Vísi. Já. Þetta er algjörlega rústa í mér hálsinum, þessi helvítis mengun. Herru, og daginn eftir var ég að hugsa þetta. Það var ekki fyrir kvöldi sem ég hugsaði bara, kannski er ég alveg bara með hálsbólgu. Já, óhátt. Ég er 32 ára, Tóti. Akkur er ég, það er eins og ég sé 12 ára, sko. Eins og ég haf aldrei verið veikur. Já. Það er svo langt sem ég fekk hálsbólgu. Þannig að ég tengdi ekkert við þetta, sko. Nei, ég hef nú tengt þetta við hlaupin frekar, sko. Verið að hlaupa svona úti, sko. Já, ég tók eitt geðveitt hlaup hérna á mánudaginn. Mánudaginn, þá erum við að tala svo gott veðurpott í okkur, sko. Þetta er ekkert kvikmyndapott, þetta er veðurpott. 12 gráður, 12 stig hiti og sól. Já. Og heyrðu á Apple veðurappinu feels like 12 degrees. Já, okay. Þetta er bara geðvikt, sko. Þetta var ótrúlegt. Þetta var þetta ekki á mánudaginn? Já, kannski þriðjudaginn. Þegar ég mætti vinna í leðverkanum í fyrsta skipti. Já, þú lofaði því og þú gerði það, stóðstu það. Sumarið er komið þegar ég kem í leðaranum. Já, já. Og búið að endurnýja Law & Order 28. serían. Já, heyrðu, ég átti náttúrulega eftir að fagna því. Já. En ég ætla bara að klára þetta þegar þú varst að tala hlaup, sko. Ég fór á minn árlega fund með hjartalæknunum mínum daginn. Hvað sagði hann? Hann er alltaf að hamra á mér að hreyfa mig, sko. Já, bara fyrir hlustunum sem að kannski hafa ekki hlustað okkur frá upphæði. Já. Það er náttúrulega fórst í hjartastopp í fyrra. Já. Var það ekki í fyrra? Jú. Já. Fyrir rétt bara rúmári, já. Og það var nú samt ekkert út af því sem að hann vilja hreyfa mig. Það er eitthvað út af blóðþrýstingnum, sko, sem hefur ekkert með þetta að gera. Er hann hár? Ekki lengur, nei, ég tek svo mikið að töflum á. Hann er eitthvað að ég verða að fara að íhuga hvernig gamalmenn ég vilji verða og eitthvað bla bla. Og er það ekki of seint? Er þetta ekki orðin gamal? Jú, já, eldri, sko. Hvort ég vilji vera uppistandandi 72 ára var eitthvað sem var að meina. Nú. Já. Og ég var eitthvað, hann skrifaði bara, hann sagði, ég skrifa bara hreyfir sig ekki vegna leti. Þá var það bara á hreinu. Hann letið bara heyra það? Já, hann er að gera það. Sko. Hvernig er þetta þegar þú mætir til hans? Hvernig opnar hann á þetta? Hvernig er svona fyrir okkur, þú veist, eins og mig, ég fer aldrei til læknis sem er endar, það er örugglega ekki gott. Típið svona kalladæmi og svo degi úr einhverjum ræðilegum sjúkdómi. En nei, ég segi svona.
hvernig er þetta þegar þú mætir til hans? Er það fyrsta sem hann gerir bara, ertu búin að hreyfa eitthvað? Já, eiginlega, svona, hvernig ertu og eitthvað svona og þegar við sko, ári áður þá handsöluðum við það að ég myndi hreyfa mig sko og ég sá hann segir ég nú ekki búin að standa við þetta. Ertu að mæta einu svona árið? Já, bara í tjekk sko. En svo var ég eitthvað útskýrð fyrir honum að ég meika ekki verið ná líka satt að stöðum og svona geti helst sko hlaupið. Þá vill hann bara að ég hlaupi með þungan bakpoka. Ef ég vil ekki fara í ræktinu og ætla bara að vera að hlaupa þá má ég ekki vera ykkur skemmtiskokki. Ég á bara að vera með bakpoka og taka smá þyngsl með mér sko. Svo ég svitni nú örugglega sko og reynir svolítið á að kerfi. Í alvöru? Í alvöru, já. Ég sé þið ekki fyrir mig gera þetta. Þú sé þið ekki fyrir mig hlaupa með ekkert sko. Þú ert að fara að láta kúli draga þig í gröðuna. Já, sennilega. Er það ekki? Jú, líklega sko. Þú ert allt og nettur fyrir þetta. Já. En þú getur náttúrulega tekið strákinn. Litla strákinn. Jú. Það er ekki að hann má náttúrulega ekki sko vannmeta hvað hann lætur mig hreyfa mig mikið sko á hverjum degi sko. En þetta er eitthvað maður verður að svitna. Viltu koma með mér út að hlaupa? Já. Ég get tekið með mér. Já, hugsa með það aðeins. Já, ég er rosalega góð hlaupafélag sko. Ég er ekkert eðlilega lélu formi og ég tók reyndar 6,5 þannig daginn. Já, það var eitthvað. En ég var alveg dauður sko í löpunum sko, búinn að í löpunum. Þú voru að kaupa góð skó. Já. Við förum saman í græjum þetta. Já, ok. Er það ekki? Jú, við verðum með GoPro myndavélar og senda þetta út á TikTok. Vísi. Já, TikTok. Hvað, erum við ekki bara að slöfa þessum þætti það? Jú, bara Þú eru að tala um eitthvað meira? Láta þetta gott heita. Búin að tala um Law & Order. Nei, ég er ekki búin að segja það, hugsaði sko. Þú veist, þetta er sem sagt, það var sem sagt bara í síðustu viku, var tilkynnt að það væri búið að endurnýja Law & Order. Já. SVU. Já, 28 season framöndan sko. Já. Og ég hef nú sagt aður, ég náttúrulega elska Olivia Benson og Mariska Hargitay sem leikur hana, ég ger ekki greina mér á hvað sko. En ég tala alltaf um það að við sem búin að vera sko jafn lengi í okkar brönsum sko. SVU byrjaði 1999 og ég byrjaði í blaðamennsku 1999 sko. Þannig að við fylgjumst að sko, ég og Mariska. Hvað finnst þér um það, Dóta? Ég hef byrjaði í blaðamennsku 17 árum eftir. Já, bara nokkuð gott. Já, fínt. Það áttu líka meira eftir sko. Já, þetta er 10. árum mitt núna í blaðamennsku. Þú veist, síðan ég byrjaði að vera svona að lausa penni á Vísi. Já, mikið maður, vá, það er ógeðslega langt síðan að ég hafði verið 10 ári í blaðamennsku. Já, en nei, þetta er náttúrulega óbúslega svona, ég veit ekki, ég er rosalega ánægður með þetta náttúrulega. Þú veist, ég er farin að nýta á þessi keppni, sko, bara svo lengi sem Ice-T og Mariska fá alltaf endurnýjað. Já, þá heldur þú það fram. Já, samt er þetta náttúrulega ekki, þetta er ekki jafn gott og þetta var þegar ég húkaðist á þetta, sko, og þetta er alltaf svona aðeins að þinnast, finnst manni, sko, og ég líka áttum ekki alveg á, sko, því að ég hef kannski hvort að vera Ice-T, ég er búin að vera fyrir eitthvað lítið núna í þessu 27. sísónu, sko, að það eru launalækkanir, sko, og það er verið að spara með því að, sko, það er ekki alltaf allt krúið í allt gengið í öllum þáttum sko. Emil, þú varst búin að segja mér að þau tvö eru til að segja ekkert saman í þáttum Nei, þau eru alltaf saman þegar Ice-T mætir sko, því að Benson er alltaf sko. Hvernig er með handritshöfunduna? Er þetta sömu höfundar frá 99? Nei, það er alltaf verið að skipta um showrunner og handritshöfundar sko, þó að alltaf Dick Wolf sé alltaf heilinn og baka þetta. En þetta er alltaf, ég hef alltaf verið að fagna, en það er ekki ennþá búið að ákveða hvort að originallinn, Law & Order verði framlýttur áfram og það er búið að cancela Law & Order Organized Crime, þannig að Elliot Stabler er atvinnulegs. Já, hann er maður með skallana, ekki? Já, ég man eftir honum. Já, sem var upprunalegi félagi, sko, þetta var alltaf Benson og Stabler, sko. Svo held ég kringum season 12 þá fór hann í fílið að ákveða að hætta, sko. Það var bara búið til sér þáttur í kringum hann. Já, löngu setna, sko. Þannig að annarkvort verður bara að skrifa Elliot bara aftur inn í SVU eða þá bara Christopher Meloni þarf að finna sér eitthvað annað að gera. Criminal Intent er löngu Glæpamaður í tjaldi. Já, Glæpamaður í tjaldi, sem voru alveg fínu þættir, sko. Aðalega þegar Vincent D'Onofrio var í stuði, sko. Mér er bara svo fárlega nett, sko, það var einhver að segja mér daginn að því að stefið er náttúrulega svo iconic. Alltaf saman. Að þetta hefur verið notað í einhverjum þætti eða eitthvað og þetta er hörmulega að sagða bara var ég byrði hlustendur afsöngunar það hefur verið notað í einhverjum þætti eða einhverjum YouTube-myndband eitthvað og þeir hefur þurft að borga svo mikið fyrir það sko.
að þetta bara fyrir svona Dundunni. iconic já, fyrir Dundunni Já, það ekki verið að grínast með þetta Nei. Herðu, já, en allavega það voru svona gleðifréttir síðustu viku hjá mér að við ætlum að halda áfram 1 ári viðbót allavega Já, þetta gleði Já, ég held að við hljótum að setja marki á 30 sko Já, það ekki já. Núna styttist náttúrulega í sumar þegar nú er komin sumar Já, og við stofnum náttúrulega 2 tónum sumar 2023 já, Hvað, 2003. júlí held ég? já, það var í júli svo mikið Það ekki, það var ekki 2003 Jú, Frekar en 16. sem að fyrsti áttan kom út já, Fylgum Indiana Jones og Barbie og Oppenheimer Það var allt svona að þessum tíma, 2023 já Ég man Já, það þú mátt. Við heldum upp að þetta í fyrra Já, Við vorum búin að vera í 100 hætti og vorum 2 ára Hvað, ég var að gera eitthvað í ára? Viltu gera eitthvað? já, ef við ekki bara byrja að hugsa sko Já, við vorum með pubquiz í fyrra í maí, manstu? Já, Vel já, mætt, já, stúdendakjallarnum. Já, Þú varst með eitthvað geggjaðan pakka já, notum D.A.D. Diskum úr svo góða heyri komu, já, svo voru hann einhverju, ég var ekki alveg nóg sáttum með sko að sigurverðarnir voru eitthvað svona mjög harðir kvikmyndanördar Já, það voru hinnir Já. Hvað er, bíófíklarnir einmitt, akkurat Já. Ég ætla að svona, já, einmitt, akkurat Þeir unnu sko, Já, top menn Já, já. en þú veist, ég hef alveg vilja kannski einhver annar hefði unni já fulltrúar almenning Það er nákvæmlega það sem að ég átti við sko Það voru samt alveg sterk liðana Þetta var ekkit bust sko. Nei, Magnús Jokkum var þarna Blaðmar og vísi til dæmis, Kolbi Tumi Já, Ritstjóri þarna var þarna ánægð með hann að hafa mættir pæli sko. já Það er helviti gott, Sína sko. átti Já, sínum stuðning já, já. Móralsku Já, stuðning móralsku stuðningur sko. Blaður heyrðu, já, samt þessi sumandag fyrsti Já, Því ég alltaf hata hann dag nú, akkur Það er skrúðgöngudagur, ég alltaf hata 17. Akkur er þetta júní skrúðgöngu? Æi, come Sko, on 17. júní, Tóti Já, Við hefum alltaf bara skammast okkur hvernig við höldum upp á hann dag sko. Það er bara ekkert, það er ekkert stuðina Nei. Hvað gera normenn? Normenn halda bara upp á hérna bara einhver partí í viku Já, já. Allir fara í einhverja búninga, 17. geðveikt maí. skemmtilegt hjá þeim 17. maður, þetta er bara besti dagar ásins Hvað gerum við á 17. júní? Ekki neitt ekki lengur Við erum ömurleg. Já, það gekk, það var rosalega mikið í gangi hérna áður sko bara svona þegar þú hefur lítill þá var rosalega mikið hasar í bænum á 17. júní Já, ég man eftir, mikið af fólki og nætli globalistarnir hafi ekki bara drepið 17. júní, þetta er náttúrulega miðar globalistarnir. Já, það er náttúrulega verið að hérna grafundan sko vitund Íslendinga með þessu Íslendinga sko Einmitt Nei, jú, hann er náttúrulega orðinn alveg leim en ég bara svona skrúðgöngu dagar fara rosalega í töðan á mér og með eldri strákarnir mínir sko sem eru nú sittkor megin við þig í aldri sko ég alltaf reynda að ala börnum upp þannig að þetta sé ókslega leiðilega dagar þannig að ég þurfti aldrei að fara í bæinn með krakkarna að gera alltaf nei, þetta er svo glataðu dagur svo umlött fólk sem er að fara nýr bæ við getum ekki tekið þátt í þessu sko. Svona, það virkaði mjög vel Jésús, Tóti, Jésús Já, en svo er líka svolítið finnst mér svona, sumandagur fyrst er ekki sama böggið og hann var, það gekk rosalega mikið á allir eitthvað með rellur og blöður Ég var bara búin að gleyma að það væri eitthvað dagskrá sunnudaginn er það skrítið það? Nei, það er ekki skrítið Er þetta skátarnir sem sjáum þetta? Hver sérum þetta? Ég veit það ekki. Jú, er það ekki skátarnir? Nema hvað, þetta er náttúrulega bara frídagur en að við Gussi vorum bara að chilla heima á greinumölum, bara vorum í náttúrtónum Ég veit hvað þú ert að tala um Já, Þú ert að tala um lúðrasveitina já, Já. heyrðu, svo bara allir bara heyrir maður eitthvað trommuslátt og bara skrúðganga bara að fara í gegnum hagamölin, bara næstu götu sko og svo kemur bara splæsaði bara í Rocky anthem bara Herði Já, geðvikt og við feðgar hlupum út í glugga á náttúrtónum og þá var mér að hugsa sko til Björgvin Seitins Halldórssonar Vá, að því að hvíli hann í friði já, Það er stórmenni magnaður náttúrulega og einmitt mikill gömlu bíómyndamaður Einmitt, hann var mikill áhugamaður og vissi mikið Já, hann var í Team Bogart með mér og fleirum sko og einmitt náttúrulega hann var svo ótrúlega svo margir frasar sem hann á sko og svona kaltæðinir one-linera sko og við hann ekkert sagt sko að þegar fólk var að hæpast upp yfir okkur sko þá áttu sko slengdi bó fram vá, allir út á náttúrtónum og við þegar vorum á náttúrtónum þannig að mér tókst að gera lítið úr sem ég segja ykkur vá, allir út á náttúrtónum Býtu hvað, akkur sagði þetta? Þetta er nú lag sko sem að söng barnalag Röndóttur sem að frasin allir út á náttúrtónum
í því lagi en svo þetta var orðið bara svona einn af þessum frösum sko, þú veist, allir veist eitthvað, bara eitthvað, vá, Rockstar Supernova í sjónvarpinu allir út á náttúrunum, þú veist, að því að fólk hleypur út sko, það gengur svo mikið á þetta er kaldhæmi já, þetta er kaldhæmi sko, þannig að ég gæti nota þetta á sumardeginu fyrsta í dag, mjánaði með það sko það er mjög fallegt já heyrðu, ertu búin að vera að horfa mikið á sjónvarpið? Já, þetta er sko, þetta er endurtekið efni já en Invincible og reytu þetta er Amazon Prime, þetta eru teiknimyndaþættir voru að klárast, 5. sería var að klárast og þá var þetta búið þetta er semst ekki búið. Nei, þetta er ekki til eiginlega nú, það mun koma fleira koma fleira þettir þetta er svo gott Tóti. Þetta er svo sturla gott bara dramað í þessu handritskrifin, ég er svo hrifinn af þessu ég mæli svo innilega mikið fyrir þessu með þessu fyrir hlustendur ég hugsa svona reglur hlustendur séu alveg búnir að móttaka meðtaka boðskapinn en þetta bara þetta var 8. þáttur 7. þáttur, þetta er svolítið eins og Game of Thrones 7. þáttur var bara algjörlega sturlaður bara svona uppgjörs þáttur og núna var þetta var svona eftirleikurinn núna og hérna það er svolítið að fara að trenda með þetta næst síðast að penultimate þátturinn er oft alveg hann er sturlasti þú verður að horfa á þetta bara, þú verður að horfa á þetta sko. Þetta er svo gott sko, ég er spæðið að taka þetta bara horfa aftur á þetta sko. það maður lendir stundum í því að vera að horfa á frá seriur og svo er maður alltaf að hugsa, ég verður að taka þetta í beit sko. Bara maður verður að taka en ég impact, sko. Er að meina þetta þegar ég segi þetta Tóti, að síðast þegar ég var svona spenntur fyrir einhvern veginn það var Game of Thrones þegar Game of Thrones bara 5., 7., 7. þú veist, og svo 8. náttúrulega sem að, en það var bara, þú veist, ég man ekki eftir bara við oft verið að tala um einhver þætti maður hefur bara finnst þér allt í lagi bara fínt skilur við, síðast séri af The Boys til dæmis 4. séri, hún var bara mjög fín ég var bara hrifin, ég var ekki alveg bara svona eins og með Invincible, maður er bara þú ert bara spenntur að setja niður horfa, hvað var að gerast núna skilur bara, ertu eitthvað komið með áleiðis í fyrstu? Ég þarf að vera bara með svipuna bara. Ég held ég sé búin að taka 1 þátt síðan að við töluðum þetta síðast þannig að ég er búin með 2 eða 3 en ég er náttúrulega alltaf að sinna einhver öðru sko. ég er bara komin á þann stað bæði með The Boys núna 5. seríu á Prime og Daredevil á Disney að ég býð bara spenntur í viku eftir næsta þætti ég líka með The Boys þannig, og Daredevil náttúrulega og mér syns Boys alltaf bara þetta er loka spretturinn og mér syns þetta alltaf bara að klára þetta mjög vel þetta er ekkert einhvern veginn að svona fjara út í total bullshit ég hef nefnilega alltaf fílað The Boys og ég hef bara alltaf fílað þetta koncept og mér finnst þetta bara skemmtilegt mér finnst þið bara gera þetta vel með Homelander, hann er bara einhvern veginn bara Anthony Starr, þetta er bara fullkomin karakter, það er bara, þú veist hann er svo skemmtlur og hræðilegur og vondur og Butcher náttúrulega annar legendary karakter sko, Billy Butcher er náttúrulega hann hefur náttúrulega verið uppáhald hjá mér alveg frá ég var að lesa þessa myndasögur sko. Og mér finnst hann er eiginlega minn uppáhald síðan þáttum sko. Mér finnst Karl Elban gera þetta alveg hann gerir þetta svo vel sko. gerir þetta svo vel þegar hann er náttúrulega er hann orðin mjög mengaður og náttúrulega illur en tilgangurinn er góður sko. En hann er náttúrulega orðin skepna sko. Hann er mjög svona fullkominn svona grár karakter hann er einhvern veginn hvorki vondunni góður en svo sko Homelander er náttúrulega svo persónur ítrekka bendon má núna að hann sé bara lítill kall og komplexaður aumingi sko með ofurkrafta en þessi tantrum sem hann tekur og þetta sko ég veit ekki ég held ég sé ekki að ímynda mér þetta en þetta er náttúrulega yngra fólk náttúrulega fattar ekki tenginguna en ég held að hann hljóti Anthony Starr hafa hort á bresku bottomþættinu og hann sé svolítið að bara stæla Rick Mayall í sko þegar hann er að leika Richie Rich sko sem er ógeðslega komplexar og tekur svona páti fílusvipi og svona hann er svo lítill og petty hann Homelander þegar hann er í mestu fílunni sko. Ég hef aldrei séð þess að þetta sem þú vísir til þetta er líka þetta er eiginlega eldri en þú sko en þetta getur verið símyndin í mér en þetta er alveg það er ótrúlega svona svipaður leikstíl í gangi geðugt en Anthony Starr er náttúrulega ógeðslega góður leikarinn ég gleym alltaf að hann hafi verið í Banshee sko. Nei, það er bara, einmitt, en það er líka bara Banshee sem hann var í einmitt, það er bara það ég byrjaði að horfa á þá þætti fílaði mjög mikið
svolítið svona, mér finnst það svolítið guilty pleasure dæmi, mér finnst það svona semi-lélegir samt góðir, svolítið eins og margar seríurnar sem að okkar maður Taylor Sheridan ger, eins og Landmann þú veist en svona Banshee náttúrulega keyrði á svona svolítið miklu svona kynlífsofbeldis supperi sko en ég var samt alltaf að klára þetta, ég misti þráðinn og þeir voru ekki það góðir ég hef sko einhvern veginn lagt á mig að taka þráðinn á nýju. Nei, ég nefnilega líka misti hætti að horfa kannski í annar eða þriðju það er alveg 5 eða 6 seríur það er alltaf skemmtilegt þetta, konceptið er vondu kall sem að þykist vera lögreglustjóri í bæ sneika sér inn í smábæ og tekur sér litur lögreglustjóri það er mjög skemmtilegt Nei, náttúrulega, Boys er alveg bara þetta er alveg til háborana fyrirmynda þetta er einhvern veginn bara, við erum að lifa mjög góð lífi, við erum að lifa mjög góða tíma þetta er skemmtilegt sko. En bíóhúsin, núna náttúrulega fer þetta alltaf dætt í gangi í sumar það er mikið svona kvikmyndasumar það er hvað er að koma í sumar það er Spider-Man, það er Odyssey eitthvað svona meira Dún 3 kemur ekki fyrir desember ég held að það sé fyrir eitthvað seint sko. en þetta verður samt einmitt, þetta er gott ár sem er framöndan þetta er ekki stærsta svona dæmið 22. mæ þegar Grogu og Mandalorian koma einmitt ég veit ekki hvað skal segja þá mynd Nei, ég held að það sé ekki best að sjá hana bara Jú, er ekki bara best að sjá hana að taka einhvern sér þátt Það er þetta langur sjónvarsþáttur Já, er það ekki málið það? Já, kannski Star Wars náttúrulega átti aldrei að vera sjónvars Nei, hann er samt sko, er hérna þessir mól teiknimynda þættir sem eru nú Herru, ég á alveg eftir að horfa á það Já, ég er búin að kíkja á 3 en þetta stendur sko í 100% á Rotten Já Og þetta er gott stöf sko Þetta er 100% á Rotten? Já Jesus, ok Kid you not sko Já Og það er nú eitthvað verið að maður sér að skrifa þetta út að þetta sé bara svona, það besta sem maður hefur gerst í Star Warsinu mjög lengi sko. Er þetta búið til fyrir krakka eða fullur og fólk? Nei, þetta er ekki, þetta er fullur og fólk? Já, það er svona köttað frá sko sjónarhorninu þegar hann er að stinga geislasverðin í gegnum auguna á ökkurum og svona sko hann er alveg, hann er stinga geislasverðin í gegnum auguna? Já, við minnum það Ég er ekki maður að það lengi Nei, og svo var Beef 2 þarna Ég eftir að byrja því Já, ég er bara ekki komist í það En hérna þykir gott en ekki á pari við fyrstu seríuna og svolítið mikið verið að skrifa að þetta þurfti ekkit meira sko. Þetta er náttúrulega algjörlega sjálfstæð nýsaga Já, byrju, ég var búin að heyra byrju, sagði þú mér að ég síðast þetta það var ekkit mikið beef í Beef Já, ég veit ekki man ekki hvort Það er ekki gott sko. Nei, alltaf var svona rosalega vel leikið og alltaf en hérna, þetta sé ekki sami krafturinn og fyrir enni minni, þú veist gott stöf, sko við mögum ekki glemma því, sko þó að eitthvað sé ekki frábært og frábært og fyrsti kafli Oscar Isaac er í þessu Já, veit What the hell? Já, er bara allt önnur saga Já, allt annað fólk Þetta er anthology sko. Ég skil Þetta Black Mirror og þetta dót sko. Maður er náttúrulega bara að drukna Já, maður er að drukna Herðu, en já, við höldum okkur Já, við erum náttúrulega að koma að það er hálfa mánuð síðan Við Gussi fórum og sáum hérna Super Mario Galaxy Hún er ekki skemmtileg Jú En ég er skemmtileg á fyrsta myndin Ég veit ekki alveg mögulega sko þær eru báðar alltaf með mjög vonda dóma alltaf á bakinu Er fyrsta myndi með vonda dóma? Já mér er svo solid krakkaskemmtun Já, þessum þetta mjög skemmtilegt Hvað, þú veist, á að gera? Ég veit ekki, en þú veist en á móti því kemur náttúrulega bara sko á hérna, aðsóknartölurnar sem eru náttúrulega through the roof sko þannig að þetta er Það breytir ykkur Mario skiptir Mario engum máli hvort hann fóði 0 stjörnur eða 4 Match made in heaven Ég meira mér bara fyrst að myndi gera allt rétt Hún var bara skemmtileg temmilega góð persónusköpun krakka mynd skilur en fullur fólk svona gatt Já, en samt náttúrulega sko þeir sem voru að spila hérna á gömlu Nintendo NES vélarnar sko eru náttúrulega á þínum aldri eða eldri og það er alltaf svona smá ég fíla það best og ég hef aldrei verið mikið að spila þetta það er svona fanservice í því það er dottið í bara alveg þú veist, bara leikja fílingur sko í sumum senunum sko sem eru ógeðslega svona
þægilegt svona yes sko Ég meina, þú veist, algjörlega og þetta er bara frábært Bowser náttúrulega eitthvað svona svolítið að vandræðast með hvort hann ætla að vera vondur að góður í þessari sko Aha, já, ok svolítið rosalega Persónuþróun Já, og mér fannst alveg rosalega mikið Star Wars í þessu mér sé að kemur hann eitthvað svona geimflauga kappa refur eitthvað sem er náttúrulega bara hann sólói mættur sko. Þetta er við skemmtum náttúrulega konunglega feðgarnir sko. Ég meina, sko, lagið sem að Jack Black tekur sem Bowser í fyrirmyndinni sko. Peaches, 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 peaches bara geðveitt Já, hann er náttúrulega eitthvað svona með smá Það er ekki góð söngu á mér Jú, þú Ég er ekki með neina rödd en samt Alltaf með smá pít þráhyggja Bowser en já, helviti bara gaman sko Já og náttúrulega, hún er náttúrulega bara svona til fyrsta myndin á árunni sem að svona gera eitthvað svona kraftaverk í miðasölu Einmitt og svo, hvað, þú slafst í bíó Já, síðustu viku heldur betur mér tókst að kíkja á Robert Pattinson og Zendaya sem náttúrulega verður í öllum myndum á þessu ári Zendaya er náttúrulega Vikuna áður en þú giftist ástinni í lífiðinu farið þið í samkvæmisleikin Hvað er að versta sem þú hefur gert og hún játar fyrir þér nokkuð hræðilegt úr æsku sinni hún svo sem þú taldið þið þekkja og getur þið treyst henni eða mun þessi draugur elta ykkur það sem eftirlifir hjónabandsins svona hefst gagnrýni Magnúsar Jókums Pálssonar kollega okkar á Vísi sem gefur The Drama þessari mynd sem við erum að tala um núna í stuttumáli 4 stjörnur af 5 og hann er nú ekki örlátur Nei, hann er ekkit örlátur sko. og meðvirknilegs og harður kritikar Þetta er svört romantísk gamanmynd þar sem áheyrendur eru spurðir áleitina spurninga fyrirgefningu, traust í nánum samböndum og það hvernig álit annara litar skynjun okkur á heiminum í svona fullkomnum heimi þá væri ég til í að vera með eitthvað svona heimspeking eða siðfræðing með okkur í svona þetta er bráðskemmtileg mynd ég var mjög hrifin hún er svolítið svona steikt, þetta er svolítið svona súra mynd sko en þú veist, þau eru einhvern veginn bara algjörlega þú veist, myndin bara byrja, ég er ekki að fara að spilla hann einu sko og taka það fram, en þú veist, myndin bara byrja þannig að þau kynnast og maður er bara svona, já, þetta er bara svona gaman mynd einhvern veginn, en svo bara einhvern veginn kemur þetta í ljós, skilur við að þú veist það er alls konar, og það er alls konar svona samfélagslegar ádilur í þessari mynd og ég Robert Pattinson bara, þú veist, hann er einhvern veginn algjörlega frábær og Zendaya líka þau eru fáránlega góð hún verður svona mjög súr og mjög fyndin en svona svört komedía og þú veist þetta er mjög áhugavert þetta er nefnilega mjög áhugavert, ég mæli með henni ég er bara mjög skemmtileg hún er þess verið að sjá hana sko ég á þess að maður segi ómikið Já, það er til líka ávart svona eitthvað kemur upp eitthvað sprettur eitthvað upp úr myrkrinu rétt fyrir brúðkaup Já, einmitt, það er einhvern veginn allt svo einhvern veginn fullkomið svo bara svona heyrðu byrju, er eitthvað í fortíðinni byrju hvernig á maður að meta þetta OnlyFans-síðu Þetta er svona, þetta er aðeins sko þetta er þingra sko og svo er þetta líka bara einhvern veginn þú veist hvað getum við verið fljót einhvern veginn að dæma og þú veist aðra og erum einhvern veginn setjum okkur ofta á háa stall skilur við sko ég gifti mig einu sinni 1997 og og það sko við þekktum hvort annað fullkomlega sko við vorum búin að vera bestu vinnir frá því við vorum 12 ára og búin að vera saman í 7 ár áður en við giftum okkur þannig að þessi staða var útilokuð að eitthvað kæmi upp sko en við endum sem samt bara í 7 ár sko ofan á hins í árin voru saman í 7 ár og endur svo í 7 ár já, vorum kæristu bara í 7 ár og gifti 7 ár wow. Þannig að það er engin trygging heldur sko fyrir langlífi hjónabanda maður veit allt makan einmitt en hún er skrifuð svo skemmtilega sko þú veist, það er einhvern veginn bara svolítið vont að ræðana sko þú veist, að maður vil ekki spilla neina sko en hún er þú veist, maður gengur ánæður út maður sáttu við hana að henni lokinni og Zendaya er á einhverju rosalegu runni sko en það er einmitt það er á sömu stjörnuslóðum og Magnús á Vísi gefur 4 og svona, hvað segja þér dimm og drungalega fyndin krupning á
fullkomnu sambandi pars sem rannsakar hvernig innri og ytri öfl og þrýstingur geta ítt fólki næstum því fram á ystu nöf einmitt sko, akkurat og þau gera þetta vel þau gera þetta mjög vel alltaf ég var svo mikið krónist ógi á þessu vampíru úlinga drama Twilight dóti sko já, mér finnst Robert Pattinson hafa komist mjög vel frá því já, hann hefur náttúrulega algjörlega hristið af sér en hann fer ennþá í taugarnar bara fyrir að vera í þessu sko. En takt er því að hann er eini maðurinn úr Harry Potter fyrir utan Dudley Dursley sem er að gera eitthvað í leiklistinni í dag fyrir utan Harry Potter, var hann í Harry Potter? Hann leik Cedric Diggory í Harry Potter Pattinson? Já, í 4 myndinni já, ok það var hans fyrsta svona hlutverk svo fór hann í Twilight og leik þar Edward glitraði í sólunni geggjaða og þau byrjuðu saman ekki hvað heitur hún sem að leik Bellu já, þau byrjuðu saman lengi saman en hættu svo saman ekki já, alveg rétt en hún hefur líka farið eitthvað svona svolítið svona indie slóðir eða verið í svona skrýtnum myndum einmitt sko man ekki hvað hún heitir ef ég reyna að nefna þá segi Kirsten Dunst sko, hann að ég ætla að slepa Kristen Stewart já, einmitt sko þetta hann er á rosalegur henni það er bara það sem við skulum segja þau bæði, Robert Pattinson og mér finnst Robert Pattinson hann er líka, hann náttúrulega verður núna í Dune nú líka hann verður í Dune 3 hann er í The Odyssey líka hann er að eldast við hana af því ég listi hérna í síðasta hætti held ég áhyggjum að hann ætla að reyna að stinga undan Tom Holland sko þá er sko mér að mæta sko. Svo náttúrulega er hann í Batman hann er Batman akkurat núna þannig að hann er bara okkar maður, hann er bara í toppmálum Zendaya náttúrulega líka, þetta eru 2 stórstöðnir og allt sem Zendaya snertir virðist vera gulli nema kannski 3. verti af Euphoria einmitt, það er eitthvað áleitna spurningar um hvernig svo seri er sko. já, ég raun og veru já, þetta er alveg þannig að þetta er allavega bíóferðarinnar virði þetta er bíóferðarinnar virði, 100% og svona eitthvað sem að þarf að þess að kannski pæli það er alltaf gaman þegar bíómyndir íta þannig við mann að maður er eitthvað að fara langa að hitta siðfræðinga já, þetta er nefnilega þannig sko, maður er svona velti fyrir sig bara, þú veist, það væri hægt að ræða þetta fram og tilbaka, sko, hversu langt ertu sko tilbúin að ganga fyrir ástina til dæmis, þú veist, ef þú kemst einhvern veginn að því bara að einhverju einmitt hræðilegu sem að þinn maki hefur gert í fortíðinni sko, hvað áhrif hefur á þína skoðanir á þínum maka á viðkomandi hvernig brestu við því, hvað áhrif hefur þetta sambandi ég meina, þú veist, já þú kannast ekkert við þetta, þú hefur aldrei verið með einhverju konu sem að kemur ljósa hefur gert eitthvað hræðilegt nei, ekki þannig sko nei það er nú meira verið einhvern veginn að það poppar allt upp eftir að ég byrjaði með þeim að ég sé alkoholisti, það hefur svolítið eyðilegt sko það er alveg þú sem er eyðilegt það er meira það heimitt en svo sem ekki leyndamál nei fyrir það ég náttúrulega þetta hefur ekki verið vandamál núna í 7 ár já, og hættur að drekka, löngu hættur að drekka já, en hérna já, ok, þetta er gott svo var hún ekki að byrja Michael Jackson fyrstu Jón Þór Stefánsson sjálfur vinnur þáttanis sem hefur nú komið til okkar að rætt Adam Sandler og fleira hann er náttúrulega professor emeritus í Adam Sandler kom í jólaþátt til okkar og ég veit ekki hvað hann var að skrifa frétt á Vísi það núna að hún væri að fá alveg hræðilega dóma skelfilega dóma alveg. En hvað er þetta ekki eitthvað frændan sem leikur hann? Já, hann er með eftirnafnið Jackson já, mér skilst það þetta sé frændan þess vegna er það svo líkunum sko. Já, er það þannig? Já, mér skilst það, þetta getur verið fake news þetta er alltaf hlaðvarp en ekki fjölmiðl þannig að ég má segja það sem ég vil Já, eins gott að við séum ekki fjölmiðl en af hverju erum við ekki fjölmiðl? Við þurfum að vera sérþátt að fá Birgi Olgeirsson sérfræðing í hvenær hlaðvörp verða fjölmiðlar til þess að útskýra fyrir okkur nákvæmlega okkur einsmanns hlaðvörp geta verið fjölmiðlar með ritstjórnin þegar 2 sko reyndir blaðamenn og við erum alltaf 2 þannig að það mætti alveg halda vera með við séum ritstjórn og heimta okkur dagsektir upp á 10 miljóna sem að við höfum ekki áhuga á Nei, sko ég sá trailerinn úr þessari mynd þegar við Gussi vorum á Marjó
og mér leist þól ekki Michael Jackson ég var aldrei þól Í alvöru? nei, bara Af hverju ekki? Er það því hann barnaperri? Nei, hann var ekkert orðinn barnaperri ég er að tala bara alveg frá því að Thriller og platan kom út Billie Jean hefur náttúrulega kannski já, það er alveg góð lög með honum og hann dóði þegar ég var 14 ára 2008 já, okay. 2008 hann dó svo allt í einu muni akkur hann dóa akkur dóa ég var ekki eitthvað læknir að blanda eitthvað undarlega lífið að kokteil handunum alveg nei, hann var ekki frík einu sinni þegar hann byrjaði í 80-sinu nei, hann byrjaði náttúrulega fyrir hann var náttúrulega Jackson 5 og var krakki bara nei, hann alveg dópi á ógeðslega góðum lögum ég tek það ekki á honum en hann er þetta Anna sem ég giftist og skildi við hún dýrkaði hann þegar við vorum úlingar og það fór í töðan á mér og svo náttúrulega deilduði afmælistegi sem að verður ESB-dagurinn okkar 29. ágúst Nei, er það fæðingardagur Michael Jackson? Já, fæðingardagur Michael Jackson Vá, en gaman Nei, það bara ég gat aldrei einhvern veginn fílaðan þó að ég fíla alveg þú ert alltaf með guilty pleasures það er nokkur lög með honum En hvernig var þetta svo með ásakanirnar barna hann var að fá krakkatissin í Neverland Já, Macaulay Culkin með þessi á til að gista hjá sér Já, ekki alltaf með apan sinn Bubbles og þetta var stórskrítinn sem er bara eins og gengur og gerist Já En samt það er hægt mér leist alveg ógeðslega vel á trailer ég sagði þetta er geggjumynd sem að líka þetta er sama fólki og stendur stóð bak við Bohemian Rhapsody ég var að fara að segja, ég var að fara að spyrja mig og mér fannst hún æðisleg Bohemian Rhapsody ég er búin að vera kvínmaður frá en er það ekki líka, einmitt út af því að Freddie Mercury er að þú veist, Michael Jackson er reynda mjög merkilegur, eða ekki? Jú, er það ekki ákveð að vera eitthvað rosalega saga hann? Pappan svo ógeðslega harður við hann bara vondur maður eiginlega barðið á allir svo harfisk og allt það Nei, en og auðvitað er það sem að gerir Bohemian Rhapsody svo geggjaði bara hvernig lögin eru notuð þetta eru lög sem að þú heyrir bara fyrsta taktin og þú ert komin í stuð en þú manns að það var mjög umdeilt í kring þá mynd að Sacha Baron Cohen ætla að koma þetta átti að vera eitthvað svona alvöru mynd það sem væri bara að fara í alvörunni og svo bara kom Queenin í þetta eitthvað og bara nei, við viljum bara fá bara svona eitthvað útvatna útgáðu glansmynd sem að virka alveg sem glansmynd en þetta var náttúrulega mjög ósannfærandi ef þetta átti að vera eitthvað ævisaga eða saga hljómsveitarina Freddi allavega samt fekk náttúrulega að fá AIDS og það var ekkert að fela hann væri hommi í þessari mynd en hann náttúrulega vantaði náttúrulega rosalega mikið allt excessið og extravaganza í kringum hann og mér skilst að í þessari Michael mynd þá hafi nú bara eitthvað atriði verið skotin sem endur bara á gólfinu í klippiborðinu þannig að ég held að það sé ekki hvernig atriða? Nei, sem að hinta að barnagýrind eða eitthvað svoleið Shit Þannig að ég get alveg trúið að þetta sé alveg, getur verið gaman að sitja undir þessar mynd en ef þú ætlar eitthvað að vera gaggrinn á að eyðurnar þá sjálfsagt er það sem að gaggrinnendur eru að en þú veist æsa sig yfir að því öll þessum umræðum woke og bakslag og me too og þú veist, eitthvað dæmi er búið að gera bara upp Michael Jackson bara þess að fortíð þú veist, ég átta mig ekki alveg á því að ég hef ekkert verið að fylgjast með þessi það var bara eitthvað svona, þú veist, komið bara eitthvað svona sensus bara, heyrðu kunnum að meta fyrir listina, þú veist, mannstæði hann var ekki spilað bara mjög lengi ég held að sé aftur byrja að spila hann eins og hérna í Íslandi ég held að þetta sé mjög einstaklisbundið og það eru mjög margir sem alltaf bara hafa haldið tryggð við sinn mann og bara fæn eins og man ég að Siggi Hlö sem var með veistu hver ég var 80s hann hendur honum út Michael Jackson var ekki spilaður hjá Sigga Hlö eftir þetta kom upp bara ekki séns rætti tengt maður við, ég held ég að tekið viðtalið þegar hann var að hætta með þáttinn og svona hnygt hann á þessu en nei, þetta hefur ekkert verið gert upp og náttúrulega svo margir sem að held ég vilja ekkert trúa þess en þá bara getur alveg eitthvað afneita þessu og þessi náttúrulega höstmóni og mútugreislur og allt þarna til en þetta er allavega ádrávært Hvað, ég var að fara á hana, er þetta sérþáttur? Nei, þetta er aldrei sérþáttur held ég en ég meina ég held ég allir nú sjá þetta sem er alveg stórskrifað þegar hann fyrir í töðanum bara að láta það fljóta bara Dirty Diana er upp á slæmið með honum og það er alveg Getur þú sungið? Nei, það er Steve Stevens er á gítarnum og Steve Stevens er vinur Billy Idol og spilar alltaf með honum
kom með honum hérna þegar hann var með tónleika í höllinni fyrir nokkrum árum. Já, ekki Billie Jean bara upp alls læmið? Jú, bad, I'm bad, I'm bad, smooth really, criminal. really bad. Smooth criminal. Dun, 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 dun. Vá, hvílíkur maður, hann Það voru hæfileikar, alveg opfoslegir hæfileikar. Það rugglaðir, hann var náttúrulega the king of, þú veist, það verður aldrei, það verður aldrei tekið á honum, ég meina. Snarlegt, varstu að giftist Lisa Marie Presley, þú veist, það var sko dóttir King of Rock'n'Roll, giftist King of Pop. Það var rugglað dæmi, Nú dámin líka, sko, þetta er alltaf... Nei. Nei, svo er þetta líka, það kemst engin óbrenglaður í gegnum að verða svona ógeðslega ríkur og frægur, sko. Það er bara glemti, sko. Já. Og hann er alltaf verið trámapakki fyrir, sko. Hræðilegt, sko. Já, hún er þetta... að fá skelfilega dóm, en ég er svona eftir að rokka í miðasölunni, sko. Hvernig var þetta með húðina á honum? Var þetta ekki, það var staðfest að hann var bara með einhvern rosalegan húðsjúkdóm. Nei, ég held að það var alveg verið hans útgáfa, sko. Ég held að hann verið að láta blítsa sig bara, sko. Er það málega? Já, ok. Ég segi, maður átt sig ekki á því, sko. Hvað er búið að það er margir leyndadóma við hann. Akkur var hann hvítur allt í einu. Svo allt í einu nefið hann, sko. Það var nú bara farið, sko. Já. Þannig að ég held að og augun líka, þetta var svo creepy. Hann var náttúrulega svo hann leit svo illa út. Ég held að fór ekki svöru neinum á þessum spurningum í þessari mynd. En manstu þegar hann dó, þá var hann að fara á tónleikaferðalag. Nei, man ekki. This is it. Já, hann var að, þú veist, halda áfram hann var að eiga svona comeback, þetta var svona ekstra einhvern veginn, þetta var ekstra leðilegt og hann var nýbúin að 950 eða ekki hann dóða var það? Þú er ekki að fara með það, minni það, ég sver það, sko. Eru við bara 41, við erum bara í toppmálum, þetta er bara hæfilegur. Það er bara vitleysu, nei, þetta er áhugavert, þetta er og en svona var býst síður við því að svona tónlistar manna mynd sé að fara að kafa eitthvað á dýptina, sko. Nei, það sem mér fannst hins var merkilegast þessu mynd og eiginlega gerir mér svolítið hissa á því að hún sé ekki ágengur Hann var 50. Hann var jafn gamall mömmu, hann dó reynda 2009, 2008. Já. Þetta er sko Antoine Fuqua sem leikstýrir þessu og hann er nú sko ekki þekktur fyrir neinn vettlingatök, sko. Fyrir Training Day með Denzel og Ethan Hawke og Magnificent Seven endurgerðina. Einmitt. Þannig að þetta er sko svona, hvað að segja, þetta er establisheraður leikstjóri, svolítið kannski mikið svona í hasardnum. Einmitt. Þannig að þetta er örugglega allt alveg rosalega stælis, þannig að það var líka Equalizer myndin þar með Denzel, sko. Hún kannastu það? Já, sjálfsög. Já, nei, ég hann gerði þessa mynd, sko, This is it, sem kom út 2009. Svona heimildamynd, þetta tónleikaferðalag. Þannig að rétt á hann deyr. Þetta er náttúrulega þetta er eins og þú segir, þetta er svona tragedía, sko. Já, þetta er náttúrulega, og afsaki mig, afsaki hóstið. Það var náttúrulega, þú veist, creep á einhverju leveli, sko, next level. Ég held að fólk verður nú bara að kynkja því og það getur svolítið hlustað á Dirty Diana áfram með það vill, sko. Já. Það er ekkert kannski aðalmálið, sko. Aftengja listina frá listamönnum. Já, ég meina, þú veist, það er svona, ég held ég alveg frá öru og alda, þeir sem eru framúrskarandi í eitthvað svona sköpun eru eitthvað tvistið, sko. Einmitt, nákvæmlega, sko. Erum við ekki bara í toppmálum eða eitthvað sem að, sko, 2 á toppnum í toppmálum á sumardeginum fyrsta? Já, ég bara eiginlega trú ekki að, sko, þú sért ekki búin að horfa almennilega á Invincible. Nei. Sko, þú verður náttúrulega að vera virðingu fyrir því að ég er náttúrulega lélegur í tímastjórnun. Já. Og svo náttúrulega hafa náttúrulega síðustu 1,5 mánuður verið gríðarlega þungur róður að þegar ég er ekki lengur atvinnulaus. Það setur svolítið strikk í reikningi líka, sko. Það, veist, að ég er að vinna með þér allt í einu. Ég er að finna þennan fiðluhljóð, litla fiðlan. Greið, maður. Reynir rosalega. Já, það reynir á. Já, það óhjákvæmilega, þá hamlar það glápi, sko. Ég vorkenni mér mjög mikið akkur núna. Já. Ég er að fara að vinna um helgina. Já.
lesa fréttir í bylgjunni og þetta bara gengur það vel, ég er endar hálfur rallus flott, þetta er típist þetta er alltaf svona tíma til á morgun, byrjar á þessu morgun en það ekki bara, já, ég fyrir í svona training camp á morgun en hérna, ég er að fara að mæta í bíti á bylgjunni á morgun, þannig fréttir vikunar klukkan 8 já þú veist, ég er bara strax svona þreyttur að hugsa ok, þá verður mættur á réttum tíma í vinnuna já, ég verður mættur alveg bara næsta hús bara já, alveg bara hárréttum tíma sko. rétti vikunar, já, þá þarf þetta að vera að rifja upp hvað var í fréttum já, líka bara, ég tala bara vangjaðetnina já vangjaðetina mína, það er ekki bara jú, sem eru að fara að tikka núna fram að eru að fara að tikka að vengju fram á vísi mælum með þeim við mælum með því Herru Tóti minn, erum við ekki bara góðir að 45, þetta er heiðalegur podcast tími já, þetta er aðeins stittra en kannski gengur og gerist en það er frídagur sko það er frídagur sumardagurinn fristi allir út á náttutunum komið að en það ekki bara, ekki bara hvaðja minnum á toffólk og þeir eru flottust kannski gaman að bara upplýsa Anton Brink ljósmyndar það rétt í restina, ég er ekki ennþá búinn með Melaníu þetta sækist hægt oh my god almatur, herri, takk fyrir okkur